Það Toyota á Selfossi sem býður hlustendum Suðurland FM upp á fréttir og fróðleik úr hestasportinu. Mikið rétt, sportátturinn þá með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og við höldum áfram í hestaíþróttunum og já, nú erum við komin í KS-deildina í hestaíþróttum og línuna komin hann Þórarinn Eymundsson sem er efstur í þeirri deild og ef ég man rétt að þá eru held í 2 umferðir búnar en hann allan kom línu og getur kannski sagt mér að nákvæmlega, það ekki rétt hjá mér? 2 umferðir búnar? Jú, góða kvöldið. Já, góða kvöldið. Og það 4-gangur og 5-gangur er búið. Já, mitt. Og já, þú stendur uppi sem sigurvegari bæði skiptin? Nei, ég var 3 í 4-gangnum, sko. Jæja. En er, já, komið með mest stig svona út úr þessum 2 keppnum. Nákvæmlega. Herðu, en svona áður en förum að ræða þessum hestaiðum, að þér sjálfum fyrir hlustanda sem veit ekki hver er, þú ert væntanlega búin að vera í hestamennsku í dálítinn tíma, eða ekki? Jú, maður, bara síðan að maður eftir sér að maður búin að vera að hanga á baki. Já. Og hvenær manstu eftir þér? Það verður nú svona loðið með árunum. Já. Nákvæmlega, einmitt. Þetta nú verið tíma svona upp úr 1980, eitthvað svoleiðis. En, KS-deildin, þetta er mjög vinsæl deild sem er búin að vera núna í gangi síðustu ár. Já, ég held alveg örugglega að þetta sé 10. árið, þannig að þetta er afmælis ár núna og stóramæli? Já, stóramæli sko, þannig að þetta hefur bara gengið mjög vel síðan þetta fór á stað og verið haldið mjög vel utan um þetta og dyggilega stutt af kaupfélaginu og þannig að þetta hefur bara verið á mjög góðu róli. Já. En það eru nú ansi margir, þetta er það ekki bæði, þetta er eins og í meistaradeildinni sem við erum búin að fjalla hérna, þetta er bæði liðakeppni og einstaklingskeppni, það ekki? Jú, það fór á stað, við fórum stað með liðakeppni fyrir sé ekki 3. eða 4. árið núna sem að við byrjuðum með liðakeppnina. Svo var þetta alltaf bara einstaklingskeppni og þetta hefur svona verið bara eins og aðra svona innanhús hestaíþróttagreinar, þetta hefur verið að þróast svona gegnum árin og taka breytingum. En núna það er náttúrulega svona, núna er náttúrulega fyrst var það 4-gangur og svo 5-gangur, hvenær er næsta keppni hjá okkur? Það er bara rúmlega vika í taltið. Og hvernig er hérna svona, með þig sjálfan í því, ætlar að mæta með sama hestinn? Nei, það er nú stefnan að mæta með 9 hest í töltið. Já. Og er það hernaðar leyndamáli eða ekki? Já, þannig, nei, sjálfur sér ekki, sko. Þetta er nú bara hestur sem er tiltölulega óreyndur í keppni og en stóðhestur sem að keypti fyrir svolítið síðan að honum byrna varmalegg þann hófi og það er svona stefnan að mitt að tefla honum fram í tölti. Laukur heitir hann. Laukur? Björn kallaði hann, þetta er ættarlaukurinn, segir Bjössi. Hann var skýringin á nafninu. En hvernig maður sem þú keyptir í 4-ganginu, hann héti það ekki Taktur eða hvernig? Jú, þeir eru bræður, þeir eru sammæðra þessir. Já, Taktur og Laukur. Já. Skemmtileg samsetning þarna. Já, það var nú ég sem að skýrði Taktinn því að hann er sko fyrsta aðkvæmi undan fyrsta aðkvæmi merarinnar sem að heiti Tilvera frá Varmalegg. Það var meri sem ég sýndi fyrir 2003 líklega Keilisdóttir og það var tamningalaunin að halda henni
Já. og hérna sem að ég og gerði og fór með hann beint undir kraft frá bringu náttúrulega og úr því kom taktur og varmalegg sem að ég raunverulega ræktaði og þessi skráður frá varmalegg þá skiptir það nú ekki öllu. Já, nákvæmlega. En hvernig svona hefur fundið samt svona, deildin fara af stað, KS-deildin? Nú þetta svolítið skemmtileg blandaði með það mikið af svona, efnilegum knöpum að koma fram í þessari deild. Já, mjög og bæði sko náttúrulega frá hólum því að verið að gera sér meira og meira gildandi nemendurnir sem bara mjög gott og síðan náttúrulega bara aðrir ungir efnilegi krakkar hérna á svæðinu bara á Norðurlandi sem að koma fram og það bara það besta mál og bara virkilega gaman sjá þessa endurnýjun og sjá þennan kraft í þessum krökkum sko. Já. Og við vorum einmitt að tala við nemenda frá Hólum daginn, hann sagði einmitt þegar meistaradeildin væri í gangi það væri allir liggjandi við sjónvarpinu þá. Já. Það allir dagurinn tekur bara mið af því að vera komin, búin að borða og við erum búin að koma sér vel fyrir og verið keppni hefst þannig að þetta hefur töluverð áhrif á sem að von er og frábært að geta séð þetta og líka fjalla þetta á þessum gæðum sko, bæði sko útsendingin er virkilega vel gerð og svo náttúrulega umfjölluninn og allt sem að því fylgir. En hefurðu fylgst með eitthvað vetrardeildarum hingað til? Svona yfir landið? Já. Já, maður svona nú ofta renna yfir þetta en ég er nú kannski ekki alveg með allt á hreinu svona enn sem komið er. Nei. En hvernig, það er náttúrulega búið að vera svolítið sérstök veðráttaði mitt, það er náttúrulega búið að vera hálfgjört vor eða bara í vetur. Jó. Hvernig hefur það farið svona í hestan og knapana þarna fyrir norðan? Það fer afskaplega vel í knappa og hesta held ég. Ég finn ekki annað, allavega fer það mjög vel í mig. Já, nákvæmlega. Og einkanðanir þær eru búin að vera fínar svona til þess að byrja með? Já, þær lágu nú svona frekar sérstaklega í fjórgangnum, svona áberandi lægri heldur en hafa verið. Ég held að skýringin hafi nú verið það að það var svona mikil endurnýjun í fjórgangnum, mikið af hestum sem voru að koma fram í fyrsta skipti og svona óreyndari hestar, þannig að það náttúrulega eru fer meðaltalið eitthvað niður. En í svona stærstu deildinni, meistaradeildinni, hvernig áttu þér eitthvað upp á svona keppanda þar? Já, maður auðvitað þannig maður svona tengir alltaf eitthvað meira við suma en aðra en mér finnst bara aðlega gaman að sjá þegar að vel tekst til hjá knöpum, sama hvaða nafni hvað hann heitir sko, það er svona það skemmtilegt þegar maður sér að hesturinn er vel þjálfaður og síðan gengur vel að sýna það og það er nú, finnst mér svona augna konfettið í þessu. Já, þeir hafa annars farið vel að stað þarna, gangmillan, Berkur og þetta er, svona, það kannski er búið að koma mörgum svona óvart, einhverju sem byggust ekki við að það myndi koma svona rosalega vel að stað. Það er náttúrulega svo margt sem að spila þarna inn í, það er náttúrulega, menn heldur kannski eitthvað að því að Úlil var ekki sjálfkeppandi sko, en það bara munar svo rosalega það þegar það er svona þjálfari sem að er að fylgjast með og er bara að þjálfa liðið og er bara að þjálfa hvort sem þetta lið eða þessi knappi eða einhver annar knappi að við gerum allt og
lítið af þessu hér á Íslandi og Íslandsversta heiminum að vera bara með þjálfara sem að raunverulega fylgjast með viðkomandi pari reglulega. Þá ég ekki að tala svona af og til yfir veturinn eða einu sinni í mánuði, heldur meira tvisvar í viku. Já. Svona svipaði eins og bara, eins og hjá bara í hópi íþróttunum, bara það sem að sömu þjálfarnir að fylgjast með leikmönnum sínum? Já. Ég man alltaf þegar að komi vorum að ferði í Strömsholm í Svíþjóð, þar sem að nú þeirra stóri hestaskóli. Þá vorum við að ræða við knapana þar og svona verið að skiptast á skoðunum og svona pælingum og þau voru að spurðu okkur hver væri þjálfarinn þinn. Spurði mann að því. Og maður vissi nú ekki fyrst hvað það ættu við en síðan kom það upp á dúrnum að þá bara var ekkit nánast farið á bak nema þjálfarinn væri með. Það var bara tím. Það knappinn, það hesturinn og það þjálfarinn. Á jörðunni, auðvitað knappinn þjálfari vissulega en þannig að og þetta náttúrulega þar sem að keppni stundu og hæstu stigum eins og í dressurheiminum og þá þetta, þá bara tíðkast þetta er reglan. Þannig að við megum kannski Íslendingar vera aðeins stulleri við þetta einmitt að vera með svona þjálfara á hliðalínunni. Já, margir eru náttúrulega þannig svona að vinna saman, pör sem að styðja hvort annað, eins og gaman að sjá til dæmis Silvíu og Árna Björn og svo framvegis sem að en svo ekki allir í þeirri stöðu og þá þurfa þeir sérstaklega held ég að leita eins svona aðstoðar í þjálfara og skiptir miklu máli og svo náttúrulega ræktunin þarna hefur verið alveg flegi ferð þegar við hugsum aftur gegnum sóla að það er náttúrulega teiknalega góð hross þarna og náttúrulega þau reynd hross þarna þessi tvö sem hafa verið að hala inn hvað flest stigin Það er nú löngu sýnt sig í þessari keppni að þú þarft raunverulega bara einn mjög góðan hest til þess að fara mjög langt þegar maður getur tekið fjórgang, hann getur tekið tölt, hann getur tekið gæðingafimmi, hann getur tekið slættum og tölti þá ertu nú búin að dekka mikið og svo þarftu þá að vera svona með góðan árangur í hinum greinunum og þá kemst maður langt bara að hafa eitt svona mjög góðan hest. En svona í lokinnaðurinni slepptir, það er náttúrulega margt búið að breytast í hestamennskunni en þróunin, það má segja að hún sé mjög að því jákvæða, allan ef maður horfir á hvað þetta er orðið vinsætt alla deildir og bara umfjöllunum fleiri hvað er mikið í kringum þetta núna. Svona, það má segja svona ef maður horfir á enganir og fleira eins og þessu margir nýju knapar að koma inn mikið nýjum flottum hestum eða er þetta að fara eitthvað aftur? Nei, það held ég ekki. Ég held að þetta sé með einmitt að fara fram og á eftir að fara meira fram. Þetta er náttúrulega tiltölulega nýtt fyrirbæri þessar keppnir innanhús sem að reiðhallir eru náttúrulega tiltölulega nýtt fyrirbæri þannig að séð á Íslandi. Það er bara rétt þarna rétt fyrir 90 sem að reiðhallirnar koma og svona ekkert að neinu gagni fyrir eins og bara síðustu 15 árin þannig að þetta er svona bara rétt að slíta sparskónum og ég sé fyrir mér Íslandsmót innanhús eins og bara gerist í til dæmis í frjálsum íþróttum og öðrum greinum þar sem er bæði Íslandsmót utanhús og innanhús og
það er eitt sem að mögulega gæti komið og þannig að ég held að þetta sé á mjög góðri leið og ég eftir að þróast meira. Nákvæmlega. Þannig að Þórarinn Eymundsson þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara bestu kveðju norður og gangiði vel í framhaldinu. Þú ætlar væntanlega það ekki að standa uppi sem sigurvegari? Það er stefnan að reyna að taka þetta 3 árið í röð en það eru hörkeppni. Já, allt útlit fyrir það. Við sjáum til. Já. Bara bestu þakkir og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk fyrir, sömuleiðis. Já, Þórarinn Eymundsson, hann sigraði núna í fimmganginu í KS-deildinni sem fór fram núna, hvort það var ekki núna í vikunni, hvort minnir að það hafi verið á fimmtudagskvöldið eða miðvikudaginn, man það ekki alveg, en það er mánudagur núna, en það var nú þannig að Þórarinn sigraði áslutinn með einhverjum 7,17 og Helga Björnsdóttir og Örvari frá Gljúfri með 6,62. Svo er það Mette Mannseth frá Karl frá Torfunesi með 6,57 í þriðja. En þetta voru þá 15 stóðhestar hérna skráði til leiks og stendi því mikla stóðhesta veislu, en það voru líka spennandi hressu skráðar hérna. Við ætlum að fjallum meira úrslit úr hinum og þessum deildum hér innan skams. Það var nóg að hesta deildum núna, farið ekki langt. Þú varst að hlusta á fréttir úr hestasportinu í boði Toyota á Selfossi.